Komið sæl, ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Þetta Pólitíkin 30. þáttur. Það hefur væntanlega farið fram hjá fáum að nú í gangi mikil auglýsingaherferð fyrir því að tekin verði upp ný stjórnarskrá. Það eru horft til tillagna stjórnlagaráðs frá 2012 sem samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu í október það ár að lagðar yrðu til grundvallar stjórnarskrárbreytingum. Er það mál nú í vinnslu hjá Alþingi. Samband ungra sjálfstæðismanna hefur opnað vef stjórnarskrá.com þar sem markmiðið að berjast gegn upplýsingaóreiðu í tengslu við málið og stuðla að umræðum stjórnarskrárbreytingar sem byggja á staðreyndum. Halla Sigrún Matthísen formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna og hún gestur minn að þessu sinni. Velkomin. Takk fyrir. Við ætlum aðeins að ræða þetta mál og svo ætlum við líka aðeins að ræða ungt fólk og pólitík í aðeins víðara samhengi en byrjum samt á stjórnarskráni. Hvað kveikti í ungu sjálfstæðisfólki að opna þennan vef? Sko, það var náttúrulega bara svo komið að umræðan var farið svolítið út í skurð og það var rosalega mikið að röngum upplýsingum á flugi og þá sérstaklega kannski ranga fullyrðingar sem komu fram í myndböndum stjórnarskrárfélagsins sem voru birtar viðsvegar á samfélagsmiðlum. Og umræðan var komin þangað að fólk bara var mjög ruglað í rýminu varðandi allt saman og vissi hreinlega ekki hverju ætti að trúa lengur. Og þess vegna ákveðum við að byrja með þessa svokölluðu staðreyndavakt þar sem við stofnum þessa síðu þar sem við einfaldlega förum yfir það hvað stjórnarskrá yfir höfuð. Það breytingar hafa verið gerðar á henni síðan hún var lögfest 1944, hvað breytingatillögur eru í gangi og förum svona aðeins yfir tímalínu þessara vinnu sem hefur verið í gangi núna síðastliðin áratug breytingar á stjórnarskránni. Og þetta er kannski svolítið svar við því að eðlilega fólki geta velta fyrir sér stjórnarskrármálum frá degi til dags og það er ekkert allir sem eru meðvitaðir það og hvað þá ungt fólk kannski yfir höfuð hvað stjórnarskrá gerir og hvert hlutverk hennar í íslensku stjórnskipulagi. Og þess vegna vildum við bara leggja okkar lóð á vogarskálarnar með það hvað væri rétt í þessu máli og hjálpa þannig fólki að afla sér upplýsinga og mynda sér afstöðu þá byggða á staðreyndum. Hvaða svona viðbrögð hefur þetta framtak fengið? Sko, þetta viðbrögð sem þetta hefur fengið hafa eiginlega bara verið fram af vonum. Til að mynda, síðan ég var formaður SÚS þá hefur aldrei séð aðra eins aukningu í lækum á Facebook og fylgjendum á Instagram sem er náttúrulega bara rosalega jákvætt. En það sem mér svona persónulega finnst svona ánægilegast við allt saman er að við erum að fá viðbrögð frá fólki sem er ekki endilega pólitískt. Og þetta er fólk sem er ekki endilega að blanda sér mikið inn í umræðuna eða er mjög fyrirferða mikið í þessari opinberu umræðu stjórnarskrána og það er einmitt það fólk sem er að taka þessu framtaki fagnandi sem að sýnir á mínu viti bara það að við séum að höfða til almennrar skynsemis hjá fólki og það var náttúrulega markmiðið með þessu til að byrja með. Fá svona réttar upplýsingar fram í rauninni. Já, við vildum leiðrétta fyrir ekki þær rangfærslu sem hafa verið á flugi og vildum bara halda staðreyndunum til haga. Og það er það sem við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð við en svo eru þetta einhverju sem eru ósáttir með þetta og það var alveg viðbúið að þetta myndi ekki gera öllum ekki þannig að mínu viti þá er þetta bara til marks það að við sem að gera eitthvað rétt að það séu einhverjir ósáttir og á mínu viti þá hefur við bara hitt beint í mark. Svo sannarlega og líka þetta náttúrulega stjórnarskráin okkar allra svo sem á að gilda og því skiptir þetta máli að allar raddir fá að heyrast og kannski einhver leiti skort á það en svona þessi upplýsingaóreiða sem er vísað til þarna og mér finnst ég svo sem alveg sjá líka en hvernig hefur hún birst ykkur? Sko þessi upplýsingaóreiða hefur komið fram í tveimur svona meginatriðum. Það er annars vegar fullyrðingar það að hér hafi ný stjórnarskrá verið samþykkt í lýðræðislegri kosningu sem náttúrulega bara alls ekki er rétt. Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla snerist það var spurt 6 spurninga. Ein spurning var það hvort að þjóðin teldi æskilegt að tillögur stjórnlagaráðs yrðu lagðar til grundvallar frumvarpi nýja stjórnarskrá og svo voru 5 spurningar sem sneru að því hvort að þjóðin teldi æskilegt að ákvæði hin ýmsu atriði yrðu inni í nýrri stjórnarskrá. Þannig því sem er haldið fram það að hér hafi þjóðin einhvern veginn samþykkt þetta plagg sem nýju stjórnarskrá og að hún hefði einhvern veginn átt að vera lögfest í heild sinni er bara rangt og það er eitt af því sem við erum að reyna að leiðrétta. Og svo hins vegar er það einhvern veginn að rugla saman hvaða sem á að koma fram í stjórnarskrá og hvaða sem svo útfært með almennum lögum. Og það á sérstaklega við þessa umræðu fiskveiðistjórnarkerfi. Að því einhvern veginn haldið fram að ný stjórnarskrá og nýtt ákvæði í stjórnarskránum einhvern veginn
breyta fiskveiðistjórnarkerfinu eða leiðrétta allt það sem að fólki finnst óréttlátt eða að megi betur fara við einhver ákveðin við fiskveiðistjórnarkerfi og það eitthvað sem við erum að reyna að leiðrétta að segja að hér stjórnarskráin er grundvallarplagg og hún leggur grunninn að stjórnskipulaginu og svo eru almenn lög sem að taka á þessum álitamálum og þessum svona málefnum líðandi stundar sem að er einhver sem eru svona pólitíski eðli sínu. Hvað þarf svona að einkenna góða stjórnarskrá að þínu mati? Sko að mínu mati í grunninn þarf að einkenna góða stjórnarskrá að það sé breið sátt hana og að mínu mati ætti í rauninni 99,9% ef ekki bara 100% landsmanna að samþykkja eða vera sammála því sem kemur fram í stjórnarskránni og það væri kannski einfaldara að benda á það sem ég finnst einkenna slæma stjórnarskrá. Í stjórnarskrá á ekki að koma fram einhverja nákvæmar útfærslur á einhverjum pólitískum álitefnum með málefnum líðandi stunda. Þess vegna höfum við Alþingi. Til Alþingis er kosið á 4 ára fresti og þar útkljá við þessi mál sem eru ekki sáttum og sem að og þar komumst við að niðurstöðu það hver vilji meirihlutans því að það sjálfsög meirihluti á þingi sem að setur almenn lög en þannig í grunninn þykir mér einhverna góða stjórnarskrá að hún er eitthvað sem að allir landsmenn geta sammælst að séu grundvallar réttindi og skyldur borgarinn og grundvallar skyldur ríkisins gagnvart borgarinum. Þessi drög svona, ég alveg sammála með þetta, þau eru svona finnst manni taka á mjög svona pólitískum álitaefnum sem að bara sjálfsagt að ræða í hverjum alþingiskosningum og fólk getur þá bara valið þá, en það sem er líka kannski skrítið við þetta að manni finnst er það að það er oft látið einhvern veginn að því liggja að þessi stjórnarskrá sem er nú gildandi og það er náttúrulega verið að vinna með þessar tillögur í þinginu núna og þetta er til grundvallar þannig að það er svo sem ekki verið að hunsa plaggi með neinum hætti, sennilega eru ákvæði úr því að mögulega koma inn í stjórnarskrána en það sem manni fannst líka svolítið sérstætt við þetta sko, er það hefur heldur aldrei verið sýnt fram á að gildandi stjórnarskrá hafi eitthvað brugðist til dæmis eins og eftir hrunið og sagði ríkisstjórnin af sér, ný var kjörin með þeim aðferðum sem lýst í stjórnarskrá það kom upp svona mál eins og Icesave-málið og forsetinn nýtti sér málskotsréttin og þjóðin fekk að velja eins og lýst líka í gildandi stjórnarskrá þannig að manni finnst svona eins og það hafi ekki alveg sko verið sýnt fram á það að þessi stjórnarskrá sem við eigum sé handónýtt og svo hún þurfi þetta sífellt að vera tekin til endurskoðunar í takt við tímann. Finnst þið það ekki? Jú, ég held að stjórnarskráin hefur ekki sýnt sig sem annað en bara ágætisplagg sem við höfum og hún hefur reynst okkur landsmönnum vel að sjálfsögðu er allt í lagi að velta því upp hvort að ákvæðum hitt og þetta ætti réttilega heima í stjórnarskrá og ég er ekkert andvíg því að sú umræða fari fram og ég meina að mínu persónulega mati þá er hægt að endurskoða margt sem þar og bæta ýmsu við eins og fyrir mitt leyti þá mætti kannski skýra betur út hvert hlutverk forsetans og svona hans umboð og jafnvel þetta með að bjóða sig fram til forseta, það er náttúrulega ljóst að það er undirskriftir sem þarf samkvæmt núgildandi stjórnarskrá til þess að bjóða sig fram til forseta er allt of lágt og þetta er svona ýmis útfærslu atriði sem er sjálfsagt hægt að breyta og taka umræðina en það sem mér finnst mjög varhugavert er að innleiða nýja stjórnarskrá í heild sinni og hvað þá innleiða nýja stjórnarskrá sem að bæði Lögmannafélag Íslands og Feneyjanefndin hafa gert velar athugasemdir við að svona tæknilegar og lögfræðilegar athugasemdir við að hún sé einfaldlega ekki tæk sem stjórnarskrá lýðveldisins. Svona áður en að viðtala hósta voru líka að ræða það að kannski svona þær stjórnarskrá sem eru hvað ítalegastar og kannski hljóma hvað best að þær eru kannski í ríkjum sem að við myndum ekki vilja líkjast. Já, ég meina ég held að Sovétríkin hafa nú verið með lengstu og ítalegustu stjórnarskrá sem að þekkst hefur en ég meina reyndist hún vel ég myndi ekki segja ekki en svo náttúrulega má líka á hinn bóginn benda á að það eru ýmis ríki sem eru ekki með stjórnarskrá sem dæmi Bretland og Nýja-Sjáland þannig að þetta er svona smá skrítin fullyrðing einhvern veginn að öll álitamál og öll deiluefni veri leyst með stjórnarskrá þegar það er alls ekki neinn staðreynd að það þurfi yfir höfuð að vera stjórnarskrá. Það var líka í þessari
vinnu þarna 2012 og þegar voru greitt atkvæði það hvort þetta leggja þetta til grundvallar, þá var líka spurt ýmis ákvæði og afstöðu fólks til þeirra. Stjórnarskrárfélagið heldur því ítrekka fram að það sé einhvern veginn verið að reyna hunsa niðurstöðu þessara kosninga, en það var nú svona happa-glappa eftir hverju var farið í því hvað þessi ákvæði varðar. Já, einmitt, það voru náttúrulega, fyrsta spurningin var hvort að þjóðin teldi æskilegt að tillögur stjórnlagaðs eru lagðar til grundvallar. Svo voru þessar 5 spurningar snera að efninu og þar var ein spurning sem sneri að því hvort að fólk vildi að í nýrri stjórnarskrá yrði ákvæði þjóðkirkju. En í þessu nýja plaggi sem að haldiði fram að sé hinn nýja stjórnarskrá, þar ekki að finna ákvæði þjóðkirkju. Þannig að það mætti í rauninni snúa þessu dæmi við, ég meina þau ásaka Alþingi að vera ekki að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna, en í rauninni stjórnlagaráð sjálft ekki að virða þjóðaratkvæðagreiðsluna því í þeirri stjórnarskrá ekki að finna ákvæði þjóðkirkju. Eins og fólk vildi að væri? Eins og 51% kjósenda í kosningunni vildi, já. Það slær mann svolítið pólitískt. Stjórnarskráin sem við búið við núna, sem að við setjum upphafið við lýðveldisstofnun, en hún á sér auðvitað lengri sögu. Þið bendið á það í ykkar málflutningi, þið eru auðvitað með þetta ekki bara stjórnarskrá.com, þið eru líka á samfélagsmiðlunum, Instagram og víðar. Og þið eru með að benda þar á að sko, henni hefur nú þegar verið breytt 8 sinnum á þessum árum frá lýðveldisstofnun, og núna held ég, nú síðast 2013 og núna 2020 málið í meðferð hjá þinginu eins og til stóð. En það svona stundum svona látið í veðri vaka einmitt líka að stjórnarskrá frá Dönum sem við fengum 1874, sko, þetta sé bara í rauninni sama plagg, sko. Meina hafa þessar breytingar þá bara ekki verið að duga í takt við tíman eða hvað? Mér þykir það ekki rétt. Ég meina það var náttúrulega bætt við þessum mannréttindakafla sem var mjög mikilvægt og mikið gefið að bæta því hann, og sjálfsagt ýmislegt sem að, eins og ég sagði á þann, sem að mætti bæta þarna við, en kjarni málsins sá að það telst, að mínu viti telst það ekki mjög skynsamlegt að kippa stóðum undan stjórnskipulagi Íslands með því að innleiða nýtt plagg í heild sinni. Og ég tel að mun skynsamlegri nálgun að breyta stjórnarskránni í skrefum, einfaldlega vegna þess að þetta grundvöllur stjórnskipulagsins og það þarf ekki mikið til þess að skapa réttaróvissu í landinu. Og það þyrfti í rauninni að hugsa hverja einustu breytingu mjög gaumgæfilega, því að það hefur margar og miklar afleiðingar í för með sér ef að einhver breyting á stjórnarskránni vanhugsuð eða ekki í takt við tímann. Nú það þannig, sko, þegar stjórnarskrárbreytingar eru gerðar eins og við vorum að ræða líka á hana, að þá þingi þarf að samþykkja tvisvar og það þurfa að verða kosningar á milli, og það náttúrulega gefið til kynna að þetta plagg sem á ekki að vera að fara mikið með í óvissuferð. En það kannski gallin sá að ef að það verður mikið af atriðum sem að ættu heima í almennri löggjöf, hvað sem fólki annars finnst þau, þá náttúrulega gefa til kynna að pólitíski sviftivindar muni verða þá þannig að við verðum alltaf að gera stjórnarskrárbreytingar aftur og aftur og aftur eftir því hvernig þingið skipað, þú veist, eftir því hvað flokkar í stjórn hverju sinni, en ekki í almennri löggjöf. Heldur að fólk svona almennt sé í rauninni átta sig á þessu til dæmis og líka bara dómafordæmum og alls konar sem að eru tengd stjórnarskránni, að í rauninni hvaða getur verið slæmt ef að það næst ekki mjög breið og víðtæk sátt stjórnarskrána sem á að gilda? Nei, ég held að svona almennt sé fólk kannski ekki átta sig á þessu, og þess vegna í rauninni fórum við að stað með hana vef til þess að fólk geti afla sér upplýsingu það bara hvert hlutverk stjórnarskránar í lagalegum skilningi og hvert hlutverk svo almennra laga annars vegar. Og það sem kannski svona það varhuga verðasta í þessu samhengi að hér einhvern veginn verið að leggja til að í stjórnarskráni sé verið að grípa fram fyrir hendur löggjafans og lögfesta í stjórnarskrá einhver málefni og ákvæði atriði sem eru pólitísk álitaefni og sem eru að mínu viti flokka sem málefni líðandi stundar, og til þess einmitt erum við með alþingiskosningar. Við erum með fínt og fungerandi fyrirbæri sem kallast kosningar, og á 4 ára fresti þá kjósum við þingmenn sem að skapa þá meirihluta sem á að endurspegla vilja þjóðarinnar,
og þeir sjá það að útkljá þessi mál á Alþingi og að vilja einhver megin lögfesta hérna skoðanir tiltekins hóps á einhverjum ákveðnum tímapunkti á einhverjum ákveðnum málaflokki í stjórnarskrá, það hreinlega gengur bara ekki upp. Það var mjög gaman að ræða stjórnarskrána en mér langar að ræða líka hérna annað við þig, aðeins svona ungt fólk og pólitík. Tímarnir hafa breyst svo mikið og ég er bara 42 ára, mér finnst það ekki hár aldur og finnst bara ég hafa verið ungur í gær en maður skynjar svona hvernig veruleiki ungs fólk sem er bara einhvern veginn umpólar frá því að ég var ungur. Hefur til dæmis ungt fólk ennþá mikinn áhuga á pólitík? Já, ég held að ungt fólk hafi bara tvímælalaust mikinn áhuga á pólitík og ég held að mun seint gerast að ungt fólk hafi ekki áhuga á pólitík. En ég held eins og vera svona kannski málefni sem að ungt fólk lætur sér varða séu aðeins að breytast. Ég meina við erum búin að ná núna alveg gríðarlega langt og þá sérstaklega kannski á Íslandi í þessari lífskjara baráttu og almennt sé hefur fólk það mjög gott og það er hægt að leiða hérna bara ágætis líf á þess að þurfa að vera að skipta sér þannig sem mikið af pólitík í og vera sífellt á tánum að svona grunnstóðum lífsviðurværis fólk sé kippt undan þeim. En svo held ég að þetta snúist líka vissulega sko að ungt fólk sé að taka þátt með öðru sér hætti. Og það er kannski sérstaklega að fólk tekur meira þátt á samfélagsmiðlum og á netinu og já, það er kannski svona helstu tvær breytingar, annars vegar málefnin eru aðeins frábrugðin og það er meira svona einstaki málaflokkar heldur en einhver svona heildar sýn kannski og svo er þetta líka meiri þáttaka á samfélagsmiðlum og svo er þetta smá svona einhvern veginn fælni við það að taka þátt í flokkstarfi endilega. Já. Það er svona þessa breytingar sem maður sér frá því sem maður allavega heyrir að hafi verið en áður fyrr. Já, af því það er nefnilega hægt að vera sko pólitískur þó sem maður sé ekki flokkspólitískur. Já, algjörlega. Já. En sko þegar eins og ég segi, þegar ég var í menntaskóla og svo reynda seinna í háskólanum og svona þá voru til dæmis þar starfandi svona ykkur alls konar stjórnmálafélög. Ég var í Emma, eitt hitt Híma, það var hægri menn í Emma og hitt Víma og það voru vinstri menn í Emma og það voru stundum haldin svona málefnafundir og við vorum að gera ykkur svona blöð svona, sem var dreift í skólanum og allt þetta. Er þetta old school? Er þetta liðið? Þetta er náttúrulega old school af þessu leiti sko. Við höldum náttúrulega ennþá málefnafundi og ég meina við gáum sjálf út blað núna í júní bara sem var 90 ára afmælisritshús en það var náttúrulega líka samlega að gefa út á rafrænu formi. En ég held að svona, þetta er alveg rétt að umræðan sem slík, hún er að færast í meira mæli yfir á netið og samfélagsmiðla og fólk svona afla sér upplýsinga þaðan og kannski mynda sér skoðan á grundvelli þeirra upplýsinga frekar en að hafa fengið réttan einhvern bækling á göngum Háskóla Íslands. En fundarhöld sem slík er ennþá mjög mikilvæg og við náttúrulega höldum ennþá málfundi og ég meina við í Stjórn Sús náttúrulega greiðlega stór unglegarhreyfing að við þurfum ennþá að hittast og ræða málin og að komast að einhverju niðurstöðum það hver okkar afstæð er í einhverjum málaflokkum en ég held að klárlega sé þetta meira búið að færast yfir á netheiminu allavega hvernig fólk svona afla sér þessar upplýsinga og mynda sér skoðanir. Sem er bara jákvætt að við takti tíman en stundum hefur maður svona pína ágjörð því og ég held að það sé ekki bara bundið við ungt fólk en maður finnur það jafnvel á sjálfum sér að stundum finnst manni maður hafa gert alveg gríðarlegt gagn með því ít á like-takkan við eitthvað tiltekið málefni. Já. Sko. En það er í rauninni óbúslega lítið samt. Sko. Já, ég meina það gæti gert það verkum að það byrtist í fréttavitunni á einhverjum miðli sko. Já. Allt telur held ég. Já. Ég þurfti bara að fara í skífu síman og ringja í fólk og segja frá nei grín en það er stundum oft kvartaði við því að ungt fólk mæti ekki á kjörstað að því ég er alveg sammála maður finnur alveg fyrir því það eru rosa skoðanir það er að koma nýjar hugmyndir frá yngsta hópnum sambandi við jafnréttismál, kynjajafnréttið og allt þetta og svona virkilega róttækar oft og skemmtilegar hugmyndir sem að rista svolítið upp í hlutunum og þá hefur maður spurt sig sko af hverju mætir hópurinn ekki hefur þú svona einhverja innsýn inn í það eða líklega skýringu hvað getur valdið? Sko ég held að ég hef svo sem enga svona mikla skýringu þegar ég held að þetta sé bara svona þetta gamla að það eru náttúrulega mikið af ungu fólki sem hefur ekkert endilega sko fundið sína hagsmuni innan pólitíkarinnar og sem dæmi bara táningar sem eru bara búa heima með mamma og pappa og hefur kannski ekki
það hefur kannski ekki komið til kastana þessi málefni sem að kannski stjórnmálaflokkanir er að berjast fyrir. En svo held ég að þetta sé líka mögulega smá afleiðing þess að flokkspólitíkin og svolítið undir högg að sækja. Að fólk kannski er ekki alveg að finna sig í því að mæta á kjörstað og kjósa einhvern ákveðin flokk þegar það lætur svona vissulega í sér heyra þegar eitthvað ákveðin málefni sprettur upp og það hefur skoðun á því. En ég svo sem hef ekki neina haldbæra skýringu á því hvers vegna ungt fólk mætir eitthvað kjörstað. Nei. Og það er náttúrulega eitthvað sem ég myndi helst vilja bara laga, sko. Já. Litli frændi minn segir, litli, hann er 20, hann talar það að hann myndi hafa meira áhuga ef þetta væri bara hægt að gera þetta í símanum rafrænt. Þannig að það er líka kannski svona tíman að tákna eitthvað leyti. Já, algjörlega. Það er náttúrulega ein breyta í þessu. Einhverju myndi finnast það þægilega og það myndi ýta undir að þau myndu taka þátt. Já. Svona rétt að lokum en þó samt alveg svona stór spurning. Mér langar aðeins að heyra bara svona almennt að starfinu í SÚS núna. Hvað það að bralla og hvernig geta til dæmis nýliðar ungt fólk sem hefur áhuga að taka þátt tengt sín í starfið? Sko það sem við erum að bralla núna er náttúrulega helst stjórnarskrá.com og við erum bara ætlum að halda henni við og það er að koma nýtt efni inn og svoleiðis og svo náttúrulega vorum við að gefa út 90 ára afmælisritið og það var veglegt rit sem fylgdi Morgunblaðinu í júní. Þannig að það var mjög ánægilegt að þegar það loksins komst inn lúðurnar hjá fólki. En annars þá það sem svona stendur til eða stóð til allavega var að við myndum fara svolítið öflugt málefnastarfi undirbúningi fyrir landsfund sem hefur náttúrulega verið frestað þannig að það er svona spurning hvað verður um það. En að öðru leyti þá erum við náttúrulega bara eins og allir stödd í miðjum heimsfaraldri og það kannski setur smá strik í reikningin með viðburði sem við getum haldið. En náttúrulega sama skapi þá er þessi heimsfaraldur að valda sennilega einni dýpstu efnahagskreppu sem að sést hefur og ég veist ekki að SÚS muni leggja sitt á vogarskálarnar í þeirri umræðu allir saman. En varðandi það hvernig fólk getur tekið þátt, þá náttúrulega er hægt að finna okkur á Facebook og Twitter og Instagram, þannig að ég mæli með að fólk bara fylgja okkur þar og svo ef fólk hefur áhuga á því að taka þátt í starfinu sjálfu, þá bara endilega hafa samband við okkur á Facebook eða Twitter eða jafnvel Instagram eða jafnvel bara hafa samband við okkur sem sitjum í stjórninni persónulega. Ég meina við tökum öllum opnum örmum og það er enginn að vera feiminn við að hafa samband. Það var reglulega gaman að fá þig í heimsókn og frískandi að taka þetta spjall. Halla Sigrún Matthísen, formaður SÚS. Takk kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig.